Þá er komið að októberleiðsögn fyrir krabba. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla og takið til sín sem eigið. Hljóta upp okkur beint í lesturinn og byrjaði að athuga hvaða krabba ég er að tala við. Við fáum það sem er framundan núna næstunni. Svona leiðsögn fyrir krabba. Og líklegustu framtíð út af þessu. Ok. Kæri krabbi. Nú er biðin eiginlega svolítið á enda hjá þér því að það er búið að vera í einhver tíma einhvern veginn eins og sért alltaf búið að vera að bíða eftir einhverju, bíða eftir að lífið komi með áskoranir til þín eða tilboðin til þín og það hefur að mörgu leyti hentað vel í gegnum tíðina upp á það að fylgja bara flæðinu og leyfa sjálfur að flæða svolítið bara í takt við orkuna og lífið en á sama tíma þá er, þetta er tvíeggja sverð að ætla alltaf að fylgja flæðinu sem er gott og blessað og einmitt rosa gott að ætla ekki að stjórna of og mjög gott að vera ekki streitast á móti því sem að lífið hefur upp á að bjóða en á sama tíma þá hefur ekki verið að taka endilega sjálfstæðar ákvarðanir hvað þú vilt að lífið þitt sé. Það hefur verið skortur þar á því að það hefur verið kannski svolítið mikið þeim megin að fylgja bara flæðinu. En hins vegar þá hefur þetta kennt þér rosalega margt. Það hefur skilað mörgu góðu til þín. En núna er svolítið biðin er á enda og þú ert að fatta það sjálft að það er ekki eftir neinu að bíða ef þú vilt eitthvað ákveðið í lífinu eða þú vilt að breytingar gerist og eitthvað ákveðið eigi sér stað í þínu lífi að þá þarf þú að setja viljan í verkið til þess að það gerist. Þú þarft að ákveða þig og þú þarft að velja. Ekki bara sitja og bíða. Þegar það sem er framundan er þetta að þú hefur val. Þú hefur val hvað þú ætlar að gera, hver þú vilt vera, hvernig vilt að lífið sé og með hverju viltu eyða því. Fyrir einhver ykkar þá er þetta val tengt samböndum og það sérstaklega förunni til samböndum, makavali að það er val. Svo ég segi, það er komið að því að þú ákveður og veljir fyrir þig hvað þú vilt í lífinu. Fyrir einhver ykkar er þetta sérstaklega að því hverju þú vilt eyða lífinu með. Í leiðsögninni þinni að þá er að minna þig á að stærstu skuggarnir eru að baki. Þú getur ekki breytt fortíðinni en þú getur náð sáttum við hana. Og núna er tími fyrir þig að horfa fram á við þó að þú sért mörg ykkar eru löngu hætt að horfa aftur á bak og gera fortíðina. Sum þurfa að klára það svona endanlega. Það er bara svo mikið sem þú getur unnið með eina fortíð. En hins vegar þá er eitt að vera búin að vinna á fortíðinu og sleppa tökun á því til þess að vera í núinu en síðan er annað að horfa fram í tímann og áætla hvað maður vill hafa þar. Þannig að núna er verið að segja við þig, nú er komið að þér að horfa fram á við og ákveða hvað þú vilt að sé framundan, hvernig þú vilt að lífið sé héðan af. Þú ert búið að
kljástu einhverja fortíð og gera það upp og ná sáttum við það, dásamlegt, geggjað. En hvað svo? Njótaði núinu? Já, dásamlegt, frábært. En hvað svo? Hvernig viltu að lífið þitt líti út héðan af? Hvað vilt þú að líf þitt sé eftir 5 ár, eða 10 ár, eða 20? Þannig að núna þarf þú eiginlega svolítið að fara að velja og bera ábyrgð á þinni framtíð og í leiðinni þinni nútíð, af því að það sem þú velur inn í framtíðina þína, það hefur áhrif á nútíðina þína, þar sem að þá ferð að móta núið út frá því sem þú vilt í framinu. Af því að framundan þá það er ekkert nema gleði, það er ekkert nema hamingja og það er þú sem hefur valdið til þess að kalla þá gleði og hamingju fram í lífið. Af því að ef þú ákveður í dag hvernig líf þetta á að vera seinna og byrjar að vinna að því, þá svo sannarlega er hamingjan því. Og það verður ekki hjá því komist. Af því að þú ert að skapa þína eigin hamingju. Við skulum fá aðeins meiri dýpt hér inn. Ok. Það sem ég er að sjá er að þú ert búið að greiða úr vef fortíðinnar og búin að kveðja fortíðina. Það eru einhverja svona, það eru vissulega sko, þú hefur minningarnar, það eru ummerki fortíðina en hún er búin. Núna er tíminn til þess að halda áfram og elta þitt eigið leiðarljós og ekki láta neitt stoppa þig. Það er þitt val að halda áfram og hvernig þú heldur áfram. Það er komið að þér að byggja að nýju, byggja upp það sem þú vilt hafa í lífinu. Það er þú sem ert að púsla saman grunni til þess að, og stoðum til þess að byggja þér þitt eigið líf, þitt eigið hús. Þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur og skorti, þannig að ekki láta það trufla þig. Og í rauninni bara farðu að vinna. Þú þarft núna að fara að vinna fyrir framtíðinni. Og virkilega setja ásetningu í það, að vinna fyrir því sem þú vilt að framtíðin sé. Við skulum fá svo að lokum eitt spil hér á Greenwich Oracle stokkinum. Stutt skilaboð á lokin. Það eru jarðarberin sem að segja agreement, þannig að það er þá samþykki eða skilmáli, samningur. Þannig að þú þarft að fara í samningagerð við sjálf þig, sýnist mér. Sjá, fáum fleiri skilaboð með jarðarberjunum. Það að vinna í samvinnu með öðrum mun gera þig rosalega gott núna og myndi auka afköstin þín til muna. Ef þú ert að hugsa að gefa einhvers konar boð, að bjóða þig fram í gefa kosta þér í einhvers konar samstarf eða jafnvel samband, þá sérstaklega eins og parsamband, makasamband, að þá myndi það
í dag fá mjög jákvætt viðmót. Hópvinna, samvinna, tenging með aðra og samanest með þeim sem eru svipað þenkjandi og þú, það mun styðja þig mikið í dag og mun fara þér mjög vel í dag. Þannig að leyfðu þér að deila sjálfu þér með öðrum og njóta annarra að sama móti. Þannig að leyfðu þér að vera svolítið sósíal. Það verður vel tekið á móti þér, sérstaklega náttúrulega meðal þeirra sem eru á svipuðum nótum og þú, en í raun það vel tekið á móti þér alls staðar. Þannig að leyfðu öðrum að njóta þín. Þá ætlum ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin til sönn og rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.